Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan orðin 7 mínútur yfir 11 og það er 16. febrúar og nú skiptum við yfir úr hestamennskunni yfir í taekwondo. Já, þetta eru svona svolítið ólíka greinar og línuna er komin Helgi Rafn Guðmundsson, þjálfari í taekwondo í Keflavík og er heldur betur að þjálfa mikið. Þú ert ekki bara að þjálfa taekwondo. Hvað ert að þjálfa meira en taekwondo? Ég er að þjálfa taekwondo á alveg nokkru stöðum hérna á Suðurnesjunum, svo er ég líka að þjálfa hérna Brazilian Jiu-Jitsu og ég er líka að þjálfa í sporthúsinu, það er sporthús líka hérna í Reykjanesbæ sem er líka að þjálfa þar. Ég er myndið að fara að þjálfa núna í fyrramáli. Já, þannig að það er alveg full dagskrá hjá þér alla daga vikunnar. Já, það var algjörlega maður. Það vantar alveg hérna tíma í sólarhringinn. Já, látum við það ekki að það stundum að bæta við nokkru klukkutími við. Já, það gerir það. Já. En hérna, svo byrjum við það nú langt síðan við heyrðum í þið síðast og það er mikið búið að gerast í taekwondoinu síðan ég heyrði þið síðast og þá, kannski við byrjum allan að tala eins hérna Norðurlandamótið sem að, íslensku keppendur voru að tóku þátt í núna á dögunum í Noregi. Já. Og það voru, 6 gullverðlaun sem komu þarna til Íslands. Já, það voru 6 gullverðlaun sem komu og það voru kannski 20 verðlaun þannig allt í allt. Ég er ekki alveg með tölunni í höfðunni, ég man ekki alveg. En 6 gullverðlaun sem komu, það var Ástrós Brynjarsdóttir vann 5 gullverðlaun, bæði í barda og í tækni í búmsei. Hún er mögnuð, Ástrós Brynjarsdóttir, þetta er var taekwondo-maður ársins og íþróttamaður Suðurnes eða ekki í fyrra? Já, mikið rétt. Og fyrir þá sem ekki þekkja, hún er ekki hár í aldri. Nei, hún er til dæmis 9 og 16 ára komin. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Þannig að hún er alveg rosa mikið efni, sko. Hún vann sinn flokk í barda, það er 3. ári röð sem hún vinnur það, sem hún, og svo var þetta í fyrsta sinn sem að hún vinnur gull í Púmsja líka, það var stóra erfið flokkur og fyrsta íslenska kona til að vinna Norrlandatitil í tækni. Já. Og stóð því alveg gífulega vel og sérstaklega með hvað hann taka þátt í mörgum greinum og hann tekst einhvern veginn alltaf að vera með framalega í þeim öllum, þannig að hún er mjög efnileg og mjög duglega líka að æfa alla greinunar og hún gengur bara mjög vel, bara útrúlega vel með samkeppnin sem er og mikil samkeppni og svo var Ágúst Kristinn Eðvarsson sem var líka núna að fá 3. gullið sitt í 3. Norrlandameistaratillinn sinn og hann er bara 13 ára gamall. Nei, fyrir ekki 14 ára gamall og ungur og er að standa sig mjög vel og svo var Gunnar Snorri líka sem er frá Selfossi og er keppað fyrir Selfoss og hann stóð sig alveg gífulega vel. Það er ekkert smá efnilegur íþróttamaður þar og mikið efni sem er á ferðinni og hann var alveg í sérflokki í sínum bardöðum og hann fekk gull og svo var Ingibjörg Erla, líka Ingibjörg Erla Geðarsdóttir sem að heldur þetta hafi verið 50 titil hennar ef ég er ekki að fara með fleipur. Já, hún er einmitt eða ekki eina af þessum sem eru bara verða meðal fremstu taekwondo-kona í Evrópu. Jú, algjörlega, hún er alveg gífulega mikið efni og á góðan degi þá getur hún farið alveg bara gífulega langt með það sem hún hefur en líka búin að safna sér reynslu og æfa í mörg ár til að ná þessum árangri sem hún er að ná núna og það var það sama, hún var svona nokkurn veginn í sérflokki það var þess að stelpur átt ekki mikið í hana sem hún var að keppa á þessu móti og sýndi það að hún er allavega komin mörgur skrifur framan heldur hún var bara fyrir nokkrum árum og einmitt eins og þú segir, geti vel átt í margar af þessum sterkustu í Evrópu bara á næstu missurum og svo var náttúrulega aðal kallinn ykkar, Daniel Jens Pettersson, það var það sama,
hann var alveg í sérflokki þarna, stóð sér gífulega vel og vann flokki með bara yfirbörðum. Og já, hann hann varði það ekki, hann var Norðurlandameistari fyrra líka, það ekki rétt með muna, og hann var hann ekki bara rífa sig upp og krossbandaslitum rétt fyrir það móti fyrra, eða hvernig var þetta aftur? Jú, gott ef ekki, það var eitthvað, allavega ekki, það var ekki búið að líða langur tími frá því að kannski var búin að keppa einu sinni áður eða eitthvað, ég ekki alveg viss sko. Þið með svona háan sársauka þröskuld til þessum æfið taekwondo? Hvernig þetta? Já, ég veit ekki, það mjög einslega spurning sko. Ég hugsa að hann sé það allavega. Og svo, það allan þessi 5 sem urðu sem sagt Norðurlandameistarar og svo náttúrulega, fyrir utan að við getum náttúrulega ekki þylta allt upp, en það voru náttúrulega 10 silfurverðlaun sé hérna og 6 bronsverðlaun. Já, þetta yfir 20 verðlaun, þannig að þetta var bara mjög fínn árangur sko. Þetta okkar besti árangur á Norðurlandamóti þar sem að móti haldið erlendis. Í fyrra þá var móti haldið á Íslandi og þá náðu við einhverjum árangri sem mjög ólíklegt að við munum ná allan á næstu árum ef að móti haldið einhvers staðar annars staðar heldur en á Íslandi, því að við höfum bara þann lúksus að geta sendt mun fleiri keppendur þegar móti var haldið hérna á okkar heimavelli en þetta var þó svo að þetta sé ekki, held ég, þetta ekki stærsta lið sem við höfum sendt, þá var þetta besti árangur sem við höfum náð á erlendi grundu á Norðurlöndum. Þannig að ég held að við vorum öll bara mjög stolt af okkar liði og þetta börðustu vel og sýndi mjög góða færni og góða íþróttamennsku og voru bara landafljót í sjóma. En ekki, við eigum svo mikið að efnilegum keppendum og góðum keppendum líka í fullorðinsflokkum, en ekki sama vandamálið í taekwondo og eins og í mörgum einslegs íþróttum að það ekki til fjármagn til þess að allir geti náð eins langt og hægt í þessar íþrótt vegna þau þurfa að keppa svo oft erlendis eða ekki? Jú, til þess að hífa sig upp einhverja stigatöflu, eða ekki rétt hjá mér? Jú, það sérstaklega ef mann að hugsa að fara á Ólympíuleikana. Það sem náttúrulega langstærsta svið í þessar íþrótt eins og nánast öllum öðrum íþróttum það að komast inn á Ólympíuleikana. Og við erum í þeirri grein sem að ég held að sé alltaf einna erfiðast að komast inn á leikana. Það eru 16 manns sem komast inn í hverjum flokki og í hverjum flokki eru kannski, það eru nokkur 100 mann sem eru að berjast sætið. Og svo eru bara 16 sem komast inn og þetta er gífurlega vinsæl íþrótt og svo að margir Íslendingar gera sig kannski ekki grein fyrir þetta gífurlega vinsæl íþrótt á alþjóðavís og mjög hörð og mikil samkeppni og ef að menn að hugsa að fara inn á Ólympíuleikana þá það mjög mikilvægt að menn séu að safna stigum og það gerist á þessum mótum sem að eins og nefnir sem að eru þetta allt erlend mót, það ekkert mótinn heima sem þú getur keppt á til þess að safna stigum inn á heimslistan sem jafnvel ólíkt eins og til dæmis í frjálsum eða í sundi þar sem möguleiki að safna stigum inn heima á ákveðnum mótum þó að þau mót séu náttúrulega ekki orðin góð. Þá þetta rétt eins og þú segir, menn þurfa að vera mikið erlendis og menn þurfa að leggja mikið á sig og menn þurfa líka að finna hvaða möguleika þeir hafa að vinna ákveðin mót. Sum mót eru risastór og mjög erfitt að komast áfram og komast í stigasæti og önnur mót ekki jafn erfið og maður þarf að líka aðeins að hugsa það, maður þarf að hugsa aðeins með það fjármót sem við höfum hverju sinni, hvaða mót best að fara og hvaða mót maður ætti að sneiða fram hjá og svona. Og við erum með einn mann sem að reyna að komast inn á Ólympíuleikana 2016 sem var Mason Murphy sem að vinna þessu upplistan og hann að keppa, mjög duglegur að keppa erlendis og hann náttúrulega alveg heimsklassa keppandi en eins og ég segi, það eru mjög margir sem sækjast að þessu sæti þessum 16 sæti sem í boði og komast inn á leikana og það líka ákveðin kvóti bæði hvað var að þjóðir og heimsálfur þannig að það ekki einu sinni endilega þar með sagt að þó að séu 16 sæti í boði að það 16 bestu keppendur heimsins munu ekkert endilega komast inn því að það líka tengt því að þetta er náttúrulega alheimsviðburður eða svona heimsviðburður þar sem heimsambandi vill fá fulltrúa fyrir öllum heimsálfum. Þannig að þá þetta líka orðið erfitt því að Evrópa er orðið mjög sterk í taekwondo núna. Þannig að það getur líka verið svolítið erfitt. Og möguleikar Mason í að komast á Ólympíuleikana 2016 það raunhæft fyrir hann að ná þeim
þessu erfiða þrepi sem þarf að fara í gegnum. Já, það alveg raunhæft. Þú veist, hann bara eins og við öll eigum á góða daga og slæma daga og en ef hann að lenda á góðum degi og líka sérstaklega sem ég segi ef hann að lenda á réttu mótum, hann að lenda á þeim mótum sem að kannski, það kannski besti gæinn ekkert endilega á þessu móti og þá þá hann alveg ennþá meiri möguleika og meiri sem þó besti gæinn væri á þessu móti, en hann á eitthvað í alla af bestu keppendurum á heimslistanum en sem ég segi, maður þarf að vera svolítið heppinn með dag og með mót og það þarf að vera vel stilt upp og hann í gífurlega erfiðum flokki og sem líka annað atriði, það komast bara 16 inn saman hvort þessi 100 mjög góði keppendur reyna að komast inn á Ólympíuleikana út úr þessu flokki eða hvort þeir séu bara 30 þú veist, en það náttúrulega þeir reyndar aldrei það fáir en þeir eru gífulega margir í þessum flokki og mjög sterkur flokkur og svona og ég held að hann hefur bara allt til brunns að bera til þess að komast inn á Ólympíuleikana og standa sem mjög vel þar, hann hefur til að mynda verið að sigra keppendur sem voru á síðustu Ólympíuleikum og aðra bara gífulega góða keppendur út af allan heim. Þannig að, með það hann sé að vinna allan að keppendur sem voru á síðustu Ólympíuleikum og þá segir það kannski allt sem við segja þarf mann. Já. En það segir ýmislegt hann. Við bindum vonir við að hann ná þessu markmiði sínu og komast alla leið. En nú hefur þessi íþrótt hérna á Íslandi, þetta náttúrulega eins og þetta sé orðið stökkbreytt því að iðgætafjöldin út all land, hann fjölgar og þessi íþrótt hefur hjálpað líka mörgum fólki sem með jafnvel lélegt sjálfsálit eða lítið öryggi og jafnvel með athyglisbresti og fleira til þess að ná athygli. Já, þetta svona áhugaverður punktur og ég reyndar, þú veist ég maður reynir að passa spana stóru orðin það kemur einhverju svona, þetta náttúrulega bara þegar að fólk helgar sig einhverju og þú veist það hefur þessa gífurlega ástriði fyrir því sem í gangi og þetta svona þetta náttúrulega eitthvað svona agasport og það og þetta sé kannski sett í eitthvað svona umhverfi sem að hjálpar þeim kannski að einbytta sér eða hjálpar þeim að finna litlu sigurna sem þeir kannski finna ekki annar stað og svona, þú veist það einbytt svolítið að þú veist þeir að finna einstaklingin og svona en þú veist hvað þetta var þetta bara gífurlega mismundi þú veist það getur verið mismundi eftir félögum eða eftir þjálfurum eða eftir fóreldurum eða eftir hvernig skólakerfi að hjálpa þér og þetta getur svo margir þættir sem vinna þessu en það sem þú ert að segja eitthvað sem ég hef upplifað aftur og aftur eins og þú ert að segja í gegnum krakkana sem ég hef verið að tala um þannig að ég held að þessi ekki nokkuð spurning bara allavega það sem að mín upplifun þessi sem að þú ert að segja en þetta ekkert bara eitthvað eitt þetta náttúrulega svo margir hluti sem aldrei til En hvernig nú tímabilið alveg það ekki sem mest núna því að það virðist vera mót og beltapróf alveg hverja einustu helgi núna. Já, mér finnst þetta nú bara að vera svona allt árið kring Já. Finnst mér það á mót núna síðustu helgi það þessi helgi bara núna og svo heima eru mót í hverju mánuði næstu 2-3 mánuðina eru mót og svo kemur sumarið og þá fara mörg erlend mót og það náttúrulega erlend mót líka alltaf þá eru líka nokkur erlend mót sem við erum að setja á með okkar fólk. Er þá aldrei svona pása eða svona tímabilið yfir allt árið? Jú, það er bara misjafnt á milli einstaklega hvenær þeirra pása það þegar svo eru ákveðnir aldursflokkar sem eru kannski að keppa jafnvel í ágúst og náttúrulega Ólympíuleikarnir eru í júli ágúst og þá þarf að stilla í þannig þar og svo eitthvað sem að keppa og þarf kannski að vera í svona besta formi í október og svo eitthvað annað sem að þarf að vera í svona besta formi í janúar og þá það bara ákveðnir einstaklingar að taka út sína hvíld eða sitt rólega tímabil eða sitt undirbúningstímabil á öðrum tíma heldur en eitthvað annan og það smá púsluspil að setja það saman Og þið eru það ekki alltaf með það eru það ekki bikarkeppnir og þetta eru 3 bikarkeppnir sem alltaf haldnar það ekki milli liða Jú, milli einstaklinga og liða þetta var svona mótum helgina í afturöldingu í Mosfellsbæ það var annar bikarmót, þetta er 3 bikarmót yfir tímabilið það er 1 í nóvember og 1 í febrúar og 1 í apríl og svo koma keppendur frá flestum félögum landsins og að keppa og
í 2 greinum og safna stigum fyrir hver keppandi sem tekur þátt fær eitthvað og hver keppandi sem vinnur eitthvað fær eitthvað og svo safnar stigum að rauna að vinna oft þetta bara æfingamót líka fyrir marga en líka þetta að vinna bikarmeistaratitilinn líka sem það félag sem að hefur náð bestum árangri eftir þessi 3 mót. Og hvernig svona staðan á því núna þegar 2 mót eru liðin? Þið voru bikarmeistari fyrir það ekki í Keflavík? Jú, við erum búin að vera bikarmeistari núna. Við erum búin að vera bikarmeistari 6 sinnum. Já. Og 6 sinnum í röð og við erum búin að halda þeim titli ósliti bara síðan ég man ekki hvenær og jú, ég hef ekki góð staða núna hún bara mjög fín. Við unnum mótið helgina og við unnum líka síðasta mót og ég ger alveg ráð fyrir því að ef allt gengur óskum að við munum ná titlinum í 7. sinni. En nú eru sjálfsvarna íþróttir alveg gífulega vinsæl íþrótti á Suðurnesjunum. Það má segja, eru þið ekki bara að fara að nálgast ef þú telur saman þá sem eru kannski ekki bara ef maður telur saman með öllum þeir sem eru að æfa þarna eins og með Mjölni og fleira, eru þetta ekki þá að nálgast bara boltaíþróttirnar í iðkendafjölda? Já, það góð spurning, ég hef aldrei spáðið þannig. Nei? Ég var heiður og einhverja tölfræði það ef allar bardagíþróttir heimsins myndu vera einu íþrótt þá yrði það næst vinsælasta íþrótt í heima eftir fótbolta. Það myndi sambygginu sem ná eftir fótbolta. Já. Og það eru allar þessar, það eru 100 greinar. Þannig að svo vinsæl er fótboltaíþróttin út allan heim. Jú, en þetta gengur mjög vel hérna á Suðurnesjunum og þetta er aðalega taekwondo og judo sem en núna bara í síðustu viku eða þar síðustu viku þá vorum við að byrja með æfingar í garðinum og garður er bara lítið bæjarfélag, þetta er bara lítið svona sveitaþorp sem er á Suðurnesjunum og þá með því þá er taekwondo orðin útbreiddasta íþróttin á Suðurnesjunum ásamt fótbolta. Við erum í öllum bæjarfélagum. Þannig að í öllum bæjarfélagum sem eru með íþróttastarfsemi þá er hægt að stunda taekwondo æfingar. Og ég held að þetta hljóta að vera eini landslutin sem er að bjóða upp á þannig að öll bæjarfélagin í þessum ákveðna landshluta eða sektor, þess að Suðurnesin oft tala sem ákveðna landsvæði og þannig að það er bara virkilega skemmtilegt. Við erum með æfingar í Sandgerði, Garðinum, Keflavík, Reykjanesbæ og Grindavík og Vonum. Þetta eru 5 staðir sem eru í boði. Þannig að það er líka gífulega spennandi verkefni, svona útbreiðslu verkefni fyrir íþróttina og við erum bara með mjög gott fólk sem er að hjálpa til við þessa útbreiðslu og er að hjálpa til við að fara inn í hinn félögin og breiða út boðskapnum og hjálpa öðrum að upplifa það sem þau hafa upplifað í gegnum sportið í okkur. En hvernig er svona, stemningin samt er náttúrulega alveg gífulega góð þarna og þetta er mikið fjölskyldusport. Já, þetta er mikið, þetta er bara eitthvað sem þetta er eitthvað svona umgjörð sem hefur bara orðið, einhver hefur tekið að skarið einhver tíman og út frá því hafa hugmyndir bara beist út allt land og það er bara gífulega algengt að fjölskylduna sé að æfa, að foreldrar sé að æfa, börnin sé að æfa og jafnvel á sama tíma við bjóðum, það er eina æfingu í viku þar sem er svona opin æfingu þá jafnvel koma foreldrar og börnin sér saman á æfinguna og líka erum við reynda líka með svona kríla tíma eins og við köllum það, við erum með leikskólakrakka og þá eiga foreldrar að koma með eða sískinni ef þau komast ekki og þau eru ofta að æfa og leika sér saman og við erum að gera svona leiki og æfingar sem við hvetjum þau til að hreyfa sér saman og búa til einhverja leikir tilbúið saman og kenna þeim leiki sem þau geta gert heima og styrkja þannig sambandið á milli barnanna og foreldra. Er ekki búist því, með hvað þetta sport er búið að taka mikið stökk að í framtíðinni þá er þetta bara ömmundur og afarnir með barnabörnunum á æfingum líka? Jú, ekki spurning. Ég meina það er alveg dæmi það. Bara hér á Íslandi líka, er dæmi það. Sem að ég var það var í fyrra, þá var amma með dóttur sinni og syni sínum og ömmubarninu sinni. Öll að æfa Já. Og gífulega, það var mjög sérstæð, en þetta er líka til í öðru félögum,
sem að koma bara niður í þriðja ætlið. Já, þannig að, já, kannski endar þetta í fjórða ætlið bara? Já, ég veit það ekki. Nákvæmlega. En Helgi, svona, já, rétt í lokin, já, það er náttúrulega, það er aldrei of seint greinilega að byrja í þessu sporti. Já, nei. Ég held að það sé bara aðalatrið líka að finna, þú veist, að aðtöða þetta með hvernig staðan er hjá þessu viðkomandi félagi, sko. Það er mættilega bara misjafnt, sko. Sem fyrir eru kannski ekkert að bjóða upp það og þú veist, þá er það bara þannig. Þá er það kannski eitthvað annað félag sem bjóður upp á, en hérna, þú veist, hvað íþróttina varar bara eins og með aðra íþróttir, bara hvernig það er eftir aðalmáli, sko. Þannig ef þú finnir eitthvað þjálfara eða hóp sem að þú getur tekið þátt í sem að tekur tillit til finna, þú veist, líkamlega getu og aðstæðina, sko, þá er ekki fyrirstæði fyrir því, sko. Ég hef verið á æfingum hjá fólki sem er þjálfari sem eru áttræðir og þeir eru ennþá í fullu fjöri, sko. Og eru enn að æfa upp á hvern einasta dag og svona, en náttúrulega æfa bara öðruvísi, gera bara það sem að þeirra líkamlega geta leiðið. Helgi Rafn, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, hvetjum alla til þess að fylgjast og prófa þessa íþrótt ef þið hafi ekki prófana. Það er allar upplýsingar inn á tki.is, hvar á landinu sem þú ert eða ekki, hvar þú getur byrjað að æfa? tki.is, það er Taekwondo Samband Íslands, það er þetta að finna, smetla þar á félög og sér hvaða klúbar eru í boði og svona. Það er enda nokkri klúbar sem er ekkert komin inn að því að útbreyslan er orðin svo hröð hérna hjá ykkur á Suðurlandinu og líka hérna hjá okkur á Suðurnesjunum og fyrir austan og út allan, það sprett upp klúbar hérna eins og túlipannar bara hægri vestur og hérna sem maður fréttir ekki svona stundum aðeins, sko, maður bara, já, ok, komið klúbar hérna, frábært, sko. Þannig að það er að gera bara líka að hafa samband við einhvern og hérna, við erum líka á Facebook, Taekwondo Íslandi á Facebook og þá er hópur þar sem að líka er þetta grænslast fyrir það ef fólk langar að hérna vita meira. En, já, er þessi íþrótt að taka og mikið stökk, getið þið bara tekið endalaust við eða hvernig er staðan á þessu? Það virðist eins og, já, ykkur tekst einhvern veginn að ræða þannig að allir ná að stunda þessa íþrótt. Já, það er bara eins og segir, það er bara bólmakt hvers félags og líka bara tímabil, hvernig það er. Ég meina, nú erum við að tala um einhverja, ekki 2-3 klúbba sem er að gera verið í þessum efnum, en svo eru líka fullt öðrum félag sem hafa ekki búið upp á þetta en myndu kannski gera það ef að hópurinn kemur til. Og þetta er náttúrulega bara allt háð því að það séu þjálfarar eða stjórn eða foreldrafélag eða einhvers konar umgjörð sem getur tekið við þörfum þessa hópa. Og ég meina, við erum bara nýbyrjuð til dæmis með þessa leikskólakrakka og maður er búin að vera með þetta í höfðun á sig í langan tíma og svo erum við fullt af öðrum mögulegum og spennandi verkefnum hvað þetta varðar. En einhvers stað að byrja með það. Man byrjar kannski á þessum hópum sem eru líklegasti til að taka þátt í íþróttum sem eru þá kannski 1. til 4. bekkur eða eitthvað svoleiðis og svo vinnum maður bara út frá því. Svo kemur kannski koma fyrirspurningar, koma alltaf og fólk er aðeins að spurja og fólk er að reyna að komast að hinn og þess og þá sér maður á hann og svo getur maður tekið skráningar og allt þetta. Ég meina, getur maður tekið endalaust við? Nei, maður getur ekki tekið endalaust við en hérna, ef að það er sérstaklega ef það eru félög sem hafa verið í langan tíma þá ofta eru einstaklega innan félag sem getur tekið þessi þjálfun, kannski er möguleiki á stærri húsnæði ef að fjöldin er stærri og ef fjöldin er meiri. Og auðvitað markmiðin náttúrulega er og það sem við viljum öll í þessari sem og náttúrulega öllum öðrum að maður hafi að maður sinni þessari frambúð eftirspurn, sko, maður sinni eftirspurninni og maður geti haft það í boði þar sem að fólki langar til þess að æfa, þar sem að langar virkilega til þess að gera. Og þetta er eitthvað sem er heillandi, fólk hugsa þetta, ok, ég get komið mér í form og ég get lært kannski að verja mig og ég get komist inn í einhverja menningu og einhvern kultúr og eitthvað svona eða, fyrst þetta bara töff, það er bara allskis, fólk kemur þetta allskis ástæðum og hérna, maður vill að sjálfsögðu bara geta búið upp á það sem að þau raunverulega langar til að geta gert. Og þau getur fundið sér í þessu sporti eða hvaða sporti sem það er. Það geti að svala þessari þörf fyrir hver sem þessi þörf er, sko. Hún er alltaf svo mismunandi á milli manna. Okay. Helgi Rafn Guðmundsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir þetta, Gestur. Blessaður. Já, bless. Já, ég þorði nú ekki að halda nú lengur því að maðurinn þarf að náttúrulega fara að þjálfa eldsnemi í fyrramálið. En já, næstur á dagskrá, það er engin annar en Baldur Beck hjá NBA Ísland þar sem við tökum All-Star-leikinn fyrir og fleira til.
sportátturinn með ykkur hérna fram á miðnætti í kvöld. Farið ekki langt.